best come to best. My lyrics take care of me, they therapy, get shit off my chest. Extra stress, all over the score. Different patterns of rhymes prepare me for war. So next time you see us, we'll be deadly on tour. When worst come to worst, my peoples come first. Word up, if worst comes to worst, I make whole crews disperse. You know it's family first. Gifted unlimited with dilated people. Dabble, evidence, iron science, and a shout out to my man Alchemist on the Triz app. Worst come to worst, my peoples come first. I'm a button for the truth, even though truth hurts. I'm steady with my peoples on streets and in church. We make it hard when we go on first. Long road, honor of the samurai code. These California streets ain't paved with gold. Worst come to worst, my peoples come first. I got the bag. At the end of the day, we could go our separate ways, but the song remains, it won't change. Got my target locked in range. I might switch gears, but first I switch lanes. Without my people, I got nothing to gain. That's why Worst come to worst, my peoples come first. Special Victims Union, catalyst for movement, creates a devastation, say before show improvement. Definitely dilated, peoples comes first. Cross trainers ball, we raise the bar and we put it in your ear no matter who you are. Worst come to worst, my peoples come first. Worst come to worst. Worst come to worst, my peoples come first. My peoples come first. Dilated people. Dilate the people. I roll with the faux show logo, the open eye. Dilated. We got to dilate. All the pretty girls. I don't have no trouble with you fucking me, but I have a little problem with you not fucking me. Baby, you know I'ma take care of you, cause you say you got my baby and I know it ain't true. Is it a good thing? No, it's bad, bitch. For good or worse, makes you switch. So I walk on over with my crystal. Bitches, niggas, put away your pistol. So they won't be having it in this house, cause bitch, I'll cripple your style. Now that you heard my calm voice, you couldn't get another nigga who you won't get moist. If you wanna look good and not be bummy, so you better give me that money. Take my video, oh dirty on the hat, and I let you order. Just dance if you caught up in the Holy Ghost trance. If you stop and they put the killer dance in your pants. I'm the ODG, as you can see. FBI don't do me, watching me. I don't want no problems, but I'm going to do. In the ground where you cannot be found. I'm the best third dog trying to make some money. So give me my streaks, ain't giving the honey. Radios play this all day, every day. Recognize I'm a fool and you love me. None of you look, better look at me funny. Look, you know my name down there in my money. Sing it. Baby, I got your money. Sing it, girls. Just sing it right now. I got your money. If anyone knows what me now, give me this money. Baby, I got your money.
Jú, áhorfendur góðir, verið þið hjartanlega velkomin í þennan leik. Risa leik á milli Leiknis og Aftureldingar upp í Breiðholti. 93 mennum yfir sjávarmáli. Við ætlum að hefja upp á uppbytun. Já, verið velkomin á Leiknisvöllinn hér í Breiðholtinu. Hér er risa leikur að fara af stað. Það er risa stund hérna í Efra Breiðholtinu að fara af stað. Fyrsta skipti í sögu næstæðstu deildar er play-offs að fara af stað. Þetta er leikur sem margir munum bíða eftir. Hárrétt. Svona horfandi yfir byrjunleik, er eitthvað sem við erum að reka augun í? Ekki hjá okkur Leiknismönnum, sýnist mér. Jú, En það? Sindri Björns er ekkert. Já, það greinilega... Það er væntanlega verið að koma Aftureldingu gjörsamlega í galopna skjöldu með þessu. Þeir hafa væntanlega verið búin að drilla alla vikuna. Haldandi að Sindri Björns myndi byrja og myndi svona hanga á boltanum mest allan leikinn. Já, Og hvað gerir Fúsi? hann byrjaði að taka strax út af. Já, þetta er Fúsi, hann er alltaf í annarri vítu. Já, hann hefur náttúrulega verið með Magga Má í vasanum í allt sumar, þannig að þetta er svona taktísk snilldján sem hann er að gera. Ég bara trúi því. Við sjáum einmitt Sindri Björnsson labba hérna skælbrosandi að varamannabekknum. Já. Vitandi það að hann er að fara að sitja og hann er að fá heimsókn frá pizzasendi á 30 mínúti ef ég tekki henni rétt. Er hann fókusaður? Já, hann er fókusaður á matinn sem hann er að horfa eftir. Ok. Það er ánægilegt að heyra. Það er ánægilegt að heyra crew. Já, líka, það er margir búin að bíða eftir þessu einvígi, þessu leik. Við sjáum það horfandi á stúku. Já. Hún er þétt setið. Hún er þétt setið. Svona stuttu fyrir leik. Stuttu fyrir leik. Og leikur ekki byrjaður. Það eru 3 mínútur í leik. Já. Það eru einhverja 50-60 hræður í stúkunni. Já, skemmtilegt. Og það eru svona allir í portun hérna sem fólk sér ekki, sko. Það er fólk. Já. Það er alveg rétt. Það er allir að gíra sig í gangana, Að sko. gera sig tilbúinn til þess að koma inn á völli. Lagið er komið undir. Þetta er söguleg stund. Já, er ekki bara einn maður búinn að bíða eftir þessu leik í 22 umferðir? Það er ekki þeirra helsti maður í Mosfellsbæ? Maggi.net. Já, eða GB. GB, jú. Já. Jú, ef ég þekki hann rétt þá er hann í stúkunni. Það er hann stúkunni, já. Og hann hefur mikla trú á sínum mönnum. Já, ég veit það, hann er búinn að bíða í 22 umferðir eftir þessum leik. Þetta er leikurinn sem hann er búinn að horfa í lok sumars. Já. Hann vissi það nú alltaf að þessi Aftureldingarblaðra myndi springa. Jú. Hann talaði einna helst um það og hæst. Þetta er leiðilegt fyrir okkur hlutir sem fylgjast með því. Já, hvernig hann talar um. Aftureldingarblaðra sprakk. Já. Þegar það voru 6-7 umferðir eftir og Já. þeir Hann er líka 5 af 7 leikjum eða eitthvað slíkt. Já. Átakanlegt. Þetta er Á að horfa. Það verður bara að segjast. Já, hann líka búinn að vera vonast eftir alla vikuna að fá að lýsa þessu leik en því miður þá fékk hann það ekki. Gunni Birgis. Já, Gunni Birgis. Hann sendi einmitt harðorðan post á mig Hann lá að húninum hérna í fjölmiðlaaðstöðinni og vildi lýsa þessu leik en því miður þá bara kom hann að læstu dyrum og hann þurfti frá að hverfa þá. En hann er samt kóngurinn. Hann er, já, flottastur örugglega. Örugglega, sko. Þetta er bara svona. Sjáum liðin. Kæru vallagestir. Hlustum á vallarþul Leiknis Snorra Villa Puerte lesa upp byrjunarliðin. Gefum honum orðið. Byrjunarlið gestanna skipa númer 1 Jevgen Galčuk, númer 2 Gunnar Bergmann Sigmarsson, númer 4 Bjarni Páll Linnet Runnarsson, númer 6 Aron Elí Sævarsson fyrirliði, númer 7 Ásgeir Marteinsson, númer 11 Arnór Gauti Ragnarsson, númer 13 Rasmus Kristjansen, númer 17 Ásgeir Frank Ásgeirsson, númer 21 Elmar Kári Ennesson Kokic, númer 22 Oliver Björn Jensen, númer 47 Ivo Alexandri Pereira Brass. Varamenn eru Arnar Daði Jóhannesson, Rúrik Gunnarsson, Andri Freyr Jónasson, Hjörvar Sigurgeirsson, Bjartur Bjarmi Barkarsson, Hrafn Guðmundsson og Sindri Sigurjónsson.
Þjálfari Aftureldingar Magnús Már Einarsson. Þá það heimamenn. Númer 1, Viktor Freyr Sigurðsson. Númer 3, Ósvald Jarl Traustason. Númer 4, Patrik Hniewski. Númer 5, Daði Bærís Halldórsson fyrirliði. Númer 6, Andi Hoddi. Númer 9, Róbert Hauksson. Númer 10, Daniel Finns Mattiasson. Númer 23, Arnór Ingi Kristinsson. Númer 30, Davíð Júlían Jónsson. Númer 45, Róbert Kvendal Arnarsson. Og númer 67, Ómar J. Só. Varamenn eru Ingrid Hoddi, Árni Elvar Árnason, Brynjar Hlöðvers, Marko Sivkovic, Skelsen Vesalær, Valgeir Árni Svensson og Sindri Björnsson. Og þjálfara leiknis að sjálfsögðu Vigfús Árni Jósefsson og Donni. Nú spörkum við af stað og gæra leiknisfólk. Þetta við okkur hérna. Áfram Leiknir. Já, þökkum Snorra Willum Huarte kærlega fyrir þetta. Eins og við heyrðum þá Sindri Björns ekki að byrja þennan leik. Við komum inn á það áðan. Í hvaða leik Fúsi að spila með þessu? Afturelding búinn að æfa og drilla alla vikuna eftir því að Sindri Björnsson sé að fara að hanga á boltanum og dreifa spilinu, skanna svæði. Já, hann með þessu svo fjórðu vík. Já, sem aðrir hafa ekki spilað. Já, en svo bara kemur Fúsi Magga alveg í opna skjöldum að hafa hann ekki einu sinni í byrjunarliðinu. Þetta náttúrulega ótrúlegt. Það ekki allir þjálfarar sem að hugsa svona lágt. Ég held að Fúsi sé að koma sér svona óvart. Hann að tefla skák mörgum leikjum fram í tíman. En sjáum Leiknir að fá víti. Nei, þetta ekki vítaspyrna. Sjáum Daða og Robby Haug. Leiknir dansa með boltan. Leiknir byrja þennan leik af miklum krafti. Já, Leiknir ætla að byrja þetta. Andi Hoddi með mikið reynslubrot. Hann hefur verið þarna áður. Já, Leiknir ætla að byrja þetta sterkt hérna í Breiðholtinu. Hárrétt. Veðrið að spila með okkur í dag. Já. Báðum. Já. Fengum bara þetta veður í dag. Já, við fengum það bara. 12 gráður að spensa. Já. Það er sömmur í Breiðholtinu. Kannski verðt að minnast á það að Leiknir eru auðvitað að spila í 8 lönguvillisinni og Afturelding í 8 Æsland Vesturbergi. Sjáum Arnór Gauta. Já, lætur sér detta inn í tegnum, ekkert að þetta og Viktor. Skapast mikil hætta. Ég var að fá í eyrað skilaboð frá Viktori, hann sagði aldrei hætta. Aldrei hætta. Hann var að senda þetta á mig. Viktor markmaður Leiknis var að senda skilaboð í eyrun á mér, hann sagði aldrei hætta. Skjóta þá eða? Nei, það var sem sagt aldrei nein hætta úr þessari sókn hjá Aftureldingamönnum þarna. Sú hætta. Við sjáum Steinda Junior, hann í stúkunni. Já, hann hana, með skilti. Hann að segja brandara og með skilti. Hann hefur fundið skilti í stúkunni. Og skallinn, já, þetta langt fram hjá. Var að fá skilaboð í eyrað. Aldrei neinn hætta, segir Viktor, markmaður Leiknis. Aldrei hætta. Aldrei hætta. Nei. Ég held að hann hætti aldrei. Nú Leiknisvöllurinn ótrúlega hátt við sjáum. Já, þunnt loft hérna. Hér þetta sko þinnsta loftið af öllum knattspyrnuvöllum á Íslandi. Það ekki grín að spila við þessar aðstæður. Ha! Sjáum Ósi. Vá, þetta okkur Ósi með. Já. Svo kallið Ósi með. Hinn íslenski Ósi með, það hárið rétt hjá þér. Út af því að hann sífellt ógnandi með hraða sínum og krafti. Hann bara ótrúlega. Sjáum Robba líka, kemur boltan fyrir. Og Davíð Júlían, hvað gerir Davíð Júlían? Nei! Danni með skot. Rétt yfir markið. Rétt yfir. Bæði lið búin að skjóta hérna. Ég Svikkort markið. Já. Leikur fyrir mjög skemmtilega stað hérna.
Já, einhvern veginn, Það er einhver spenna í loftinu. ég hélt ég væri, Það er eitthvað undir í þessu leik. ég hélt ég væri að fara að horfa á Leikni spila fótbolta en ekki 2011 lið Barcelona. En, já, Svo virðist vera. svona getur maður ruglast. Þetta er bara svona. Virkilega gaman að fá svona Við heyrum, já, trommuslátt. læti stúkunni. Það gæti verið. Það er nú einhver besta mæting sem að ég man eftir í stúkunni í sumar. Sjáum að það var búið að setja upp kortsett sæti í allan hringinn en það þurfti að taka þau niður. Já. Það þurfti að taka þau niður. Já, það mátti ekki vera með sæti fyrir framan sponsorna. Það er svona auðvitað svarið en það liggur mun dýpra á þessu heldur en bara það. Sjáum Davíð Júlían, hann er að sækja innkast. Þetta er svo vel gert hjá Davíð Júlían. Við erum bara með þennan leikmann. Þetta er ótrúlegt. Sjáum innkastið Ósi. Ósi kemur boltanum á Ómar Só. Ómar Só tæpur. Það hefði nú heldur betur skapast einhver hætta ef Ómar Só hefði komist þarna í boltan. Það væri nú gaman fyrir okkur hlutlausu að fá markínaleik. Já, fá bara spennu í leik, skilur. Já, það er svona það sem við hlutlausu viljum. Það er náttúrulega bæðileg eru, hvort þetta eru til dæs sækjum sérnir eða verja stíð? Já. Heldur að vera passífi eða verða Þessar fyrstu 5 mínútur af þessum leik, þá sýnist mér afturölding bara vera sáttum í stígir. Sjáum að þeir eru, þetta var frekar döpur sóknjaða þarna, lítill kraftur í henni og Leiknismenn koma þessum bolta auðvitað út í innkast. Nei, þeir eru öflugir. sem er auðvitað gaman fyrir okkur hlutlust. Sjáum, þeir eru upp á endalínu Robert Quental með boltan. Frábær sending hjá honum, en varnarmaður afturhendingar þarna, snöggur að hugsa. Það var geðveik hugmynd. hugmyndin góð. Hugmyndin góð. Útfærslan, allt í lagi. Spennandi við sem er stað hérna. Það er rétt. Hvernig eru þessi leiki búin að fara í sumar? Ertu þú með einhver gögn fyrir okkur? Já, það er 2 leiki búin að fara í sumar gegn milli þessum liða. Fyrir leikurinn var hérna í Breiðholtinu á Brasilíu og endaði með 20 jafnvirði. Og svo seinni leikurinn fór á Gerðarsvöllum í Malbyggstíðinni. Það er endur tölur 2-0 fyrir leiknir. Já, sælla minninga. Já, með 4 stigar leiknir með gegn afturlínu í sumar. Þú þurftu að hafa mikið fyrir þessum stigum, þessum 4 stigum. Ég meina maður einu sem þegar maður fórum tilbaka þá var það bara úrslitin sem maður sér í, þannig að ég held ekki sko, með við leikinu fórum sko. Þeir voru spiluðu náttúrulega allt tímabilið með því markmiðið að lendi hindi þeim. Hárrétt, eins og við sáum gegn Fjölni þegar Húsi og Leiknisliði völdu sér þennan mótrætt. Það er bara frá fyrstu umferð. Algjörlega. Hann gaf í þegar þurfti að gefa í, kom sér upp á fallsæti, kom sér í 5. sætið og steig á bremsuna. Hér viljum við vera, þessum viljum við mæta, eða þeir, Leiknismenn. Nákvæmlega. Og völdu sér veður líka. Að spila í þessu veðri hérna. Þetta er náttúrulega bara, þetta eru algjörir, þeir eru bara í öðrum vítum þessi þjálfarar hjá Leikni. Á vellinu, en ekki í stúkunni. Ó nei, það er ekki rólegt í stúkunni. Sjáum Jevgen Galčuk með markspyrnuna. Hann kemur boltan beint spil. Við erum að, með margt á dögunni hérna í dag. Já, við ætlum að, þetta verður skemmtilegt hjá okkur í dag. Við ætlum að til dæmis powerracka 5 bestu setningarnar sem Brján Breki hefur sagt. Fáum við það hjálp frá mjög góðum manni.
Við ætlum að, já, kannski sjá hvort við sjáum eitthvað skemmtilega í stúkunni. Við ætlum að slá að þráðinn í stúkuna. Já. Við ætlum að fara í hálfleik og tala við stuðningsmenn. Við ætlum að gera það. Við eigum von á manni í viðtal í hálfleik. Ok, glæsilegt. 2 jafnvel. Megum við segja hverju það er? Það er Þorgeir Leó, leiknismæður. Hann ætlar að koma í viðtal í hálfleik. Leiknismæður. Sjáum afturhendingu, þeir eru með boltan. Haldunum svona hálfbrösulega. Já, það þarf að hafa fyrir þessu að ná þessum sendingum sem þeir eru að gefa á milli sín. Svo ætlum við líka að fara í derbyleikinn. Hvaða slagur þetta er? Þetta, já, við förum yfir það. Hvaða slagur þetta er. Trúið þér áhörðu góðu, þið viljið ekki missa af því þegar við förum yfir það. Það er nödd. Já, það eru nefnilega nöfn. Þetta er strax 2 í hug. Já. Bara strax. Sjáum Ósa. Hann er svo yfirvegaður á boltanum. Ég veit það. Já, þú veist allt um það. Já. Hvað þetta sem er það? Sjáum að það er áhugavert að varnarlínu Leiknis virðumst vera með Andi og Patrik og Daða alla inn á. Þeir eru allir búin að vera duglegir að spila í hafsendum. Daði, hann er helviti duglegur að vinna sig upp á miðsæðið. Er þetta eitthvað nýtt sem Kús er að vinna með? Já, mér sýnist hann vera búin að finna hjólið upp aftur. Já, þetta er að smellpassa sem gjörsamlega svínvirkar þessi uppstilling hjá hann. Enda, eru Leiknismenn búin að ráða lögum og lofum hér í dag. Hann er sérst að nota hafsend sem fer upp á miðjuna. Já. Vá, þetta er ótrúlega. Já, þetta er ekki fyrir menn í minni vídd til að skilja. Þetta er fyrir menn í öðrum víddum. Og sjáum Ósa. Hann er nefnilega ekki hafsend upplæði. En Daði. Hvað segirðu? Daði okkar, hann er ekki hafsend upplæði. Nei. Það er svona að færa svona inn á miðjuna. Það er líklega ástæðan. En hann er fyrirliðin okkar. Minnum auðvitað á að Sherifo. Já. Hvað okkur árið. Minnum auðvitað á að Leiknisvöllurinn er í 93 metra hæð yfir sjávarmáli sem er mest allra valla á Íslandi. Sem að þýðir að loftið hér, það er þunnt. Afturöldingumenn, ég fór einmitt á mánudagskvöld. Þá fór ég niður í Arnarbakka í grunnbúðir Leiknisvallar. Þar sem að lið hafa eitt svona 4-5 dögum til að undirbúa sig. Já, það er nefnilega stutt leikja. Já. Liðin sem hafa verið að mæta núna, eins og afturlega hér, er að þurft súrskinn. Já, einmitt. Þeir hafa ekki haft tíma til að aðlæða það með. Þorgeir Leó er einmitt með súrefnisgrímu á kúti. Ég einmitt fór í grunnbúðirnar á mánudagskvöldið og færði leikmönnum afturöldingar og þjálfurum vott og þurrt. Bæði brauð og vatn. Og svona, þannig að þeir myndi ekki svelta þar. Það er auðvitað erfitt að áætla mestu í svona ferð. Þegar maður veit eða ekkert út í hvað maður er að fara. Þegar maður er að fara í svona aðlögun. Nákvæmlega. Þetta er svona. Sjáum afturöldingu. Þeir eru komnir upp að endalínu. Boltinn hefur ekki verið mikið... Herru, boltinn laus í teiknum en Viktor nær þessu. Nei, boltinn búinn að vera mikið í leik. Já, þessa mínútuna. Og það er gaman að því. Það er óvenjulegt, upp í brjóti. Já, vanalega eru mótherjar Leiknis að sparka boltanum út í innkost. Já, vilja helst halda boltan þar. Á þessa andrin sem þið fá, þegar boltinn er ekki í leik. Og það er verðt að minnast á það að það er gjörsamlega stappað á vellinum. Gaman að sjá. Það eru... Ég ætla að slaga þið föstu, það eru það bil á bilinu 3.800 til 4.200 manns á vellinum. En mér skjátlast ekki. Það er leikur á Laugardalsvelli. Já, það er leikur á Laugardalsvelli. Og
Ég held að ég geti alveg sagt það og ég sé ekki að segja frá neinu sem ég má ekki segja. En Sindri Björnsson, hann vill spila á Laugardalsvelli. Hann vill spila þar. Það er bara svoleiðis. Sjáum Andi. Tæft að ná til samherja. Patrik er með boltan, gefur hann á Viktor, Arnór Gauti. Það er jafnvel að við förum að, taka upp símann. Já, slá á þráðinn. Slá á þráðinn. Hverjum viljum við heyra? Við erum að fara að hringja í okkar menn í Serbíu. Já. Og við ætlum að sjá hvernig staðan er þar. Við erum með hérna Serba sem er aðdáðandir annarkur liðan hér í kvöld, ekki? Jú, ég held að þeir séu hlutlausir. Þeir eru hlutlausir. Þeir eru hlutlausir. Við ætlum svona að athuga hvernig stemningin er þar, hvernig þessi leikur leggst í menn. Og já, við skulum sjá hvort við fáum sýnkerfi til þess að virka hjá okkur. Jú, þetta eru Við vorum búinir að til vera í sambandi. Já. Tímamismunum kannski Gæti verið. Jú, erum við að tala við Serb? Blessaður. Það eru JS og spretthlauparinn Geði sem eru í sambandi við þig. Við erum í beinni útsendingu af Leiknisvellinum. Eru þið að fylgjast með leiknum? Já. Það er að fara að hitta alla stuðningsmenn hérna í Serbíu og eru að fara að fagna saman eða? Það fara að fagna saman. Stuðningsmennir Leiknis í Serbíu. Já, það er eitthvað lélegt samband í Serbíu. Eru þið á leiðinni niður á Ráðhústorgi að horfa á leikinn á stóra tjaldi? Já, það eru einmitt á bilinu 3.800 til 4.200 manns á vellinum hér í dag. Það er gaman að sjá svona mætingu. Það er gott að heyra. Við þökkum kærlega fyrir. Við heyrum í okkur eftir. Segjum það, bye. Jú, þetta voru vinir okkar í Serbíu. Þeir eru á leiðinni niður á Ráðhústorgi í Belgrad. Þeir ætla að horfa á leikinn þar. Það er verið að sýna hann þar. Það er að sýna okkur einhverjum það. Það er náttúrulega, já. Það er risa leiknissamfélag í Serbíu, sem er oft vanmetið. Já, það gleymist. Það er nefnilega gleymist. Það er alltaf að heyra í stuðningsmennum Leiknis í Serbíu. Já, sammála því. Alltaf gaman að slá á þráðinn. Sjáum Daða. Eins og við sjáum þá virðist vera sem að Leiknir séu svona skeinuhættari. Já, Á meðan að afturhending virðist vera sáttir með stígið. Þetta er bara fyrir hálfleikurinn af þeimur. Já, svo er það alveg rétt. Þetta er 180 mínútur. Þeir kannski spila upp á jafntefli í kvöld og svo ætla þeir sér til að taka stígið 3 á heimavelli. Já, en við sjáum samt hvernig þeim hefur tekist að loka Ómar Sjá út úr þessum leik. Það er ekki búið að sjást mikið til hans. Nei, hefur hann komið á loka mínútum, þannig að þeir gleyma því kannski. Já, það er nefnilega rétt. Já. Hann er sífellt ógnandi með, bæði hraða sínum og einnig kraft. Þeir eru ótrúlegir, sko. Og þessar hraðabreytingar. Það hafa komið eina mörk á mínútu sem, við getum sagt ekki mörkum hér. Hvað segirðu? Það hafa komið mörk frá Ómari á Já, mínútum. já, það er alveg hárrétt. Og svo var bara hlutað af. Já, það er bara hárrétt hjá þér. Það má ekki taka auðvitað á Ómar Sjó hér á dag.
er hérna, þetta er þeirra helstu byssu í stúkunni. Já, ég einmitt sá áðan Dóra DNA og Steinda. Þeir voru með sér hvort skilti, fyndin skilti. Sjá Ómar Só og rétt yfir Ómar Só. Þarna er hann hættulegur með hausnum. Það má nefnilega ekki taka augun á honum. Með skoti rétt yfir. En jú, Dóri DNA og Steindi Junior, þeir voru með fyndin skilti. Það stóð eitthvað brandaraði, þú verður búin að vera að segja brandaraðni í allan dag í stúkunni. Þeir voru mættir 15:45 að segja brandara. Sjá Davíð, já. Þeir voru byrjað að taka pás nefnilega minni mig bara sko rétt í 2 sko. Jaha. Já. Breyndi nú yfir nokkuð sætið hana og ætlaði að passa Já. upp á að með tengu sætið. Já, ég held að þeir séu á flöskuborði. Já, í stúkunni. En jú, svo er Gunni Birgis, hann er mættur. Já, vantarlega. Það er að helsti það ekki. Er hann sem það er helsti stuðningsmaður? Já, og sem ég vil. Sem ég vil. Er hann ekki svona aðkomu stuðningsmaður? Jú. Hann heldur með eitthvað 15 liðum. Gunni Birgis? Já. Nei, hann er náttúrulega bara fyrst og fremst bleiki. Ég er að segja það, svo þykist hann vera tempusmaður, svo þykist hann vera á Siglufirði. Já, það er svoleiðis. Já, þetta þykist hann allt. Þetta þykist hann allt, já. Það er bara svoleiðis. Já. Þetta þykist hann allt. Það er bara, þetta hendur sinni. Svo er þetta mættir í dag. Jú. Að styðja Leikni. Já. Jón Galsjúk með háan bolta. Og sjáum Magga, hann stígur á línuna, hann virðist ekki hafa fengið þau skilaboð í eyrað. Honum bæri að vera inn í boðvagnum. Já, hann hefur heyrt í mér, hann er búinn að... Nei, hann er kominn út úr boðvagnum aftur. Hann er að vanvirða boðvanginn. Rauninni ætti hann, jafnvel, svona við hlutlausu, myndum alltaf að tellja, hann ætti að fá gult spjald fyrir þetta. Boltinn langt fram. Patrik með hættulegan skalla, Arnór kominn á ferðina. Nei, hver er mættur? Kóngurinn Arnór. Hinn Arnór Yngvi. Ingi. Já. Boltinn fyrir hann í hendi leikmanns afturöldingar en ekki dæm. Búið að vera, svona 10 litla mínútur undanfarið. Já, mismunandi hvernig liðin koma stend inn í þetta einvígi. Já, það verður bara að segja. Annað liði lendir í öðru sæti en fer ekki beint upp og hitt liði sem er í 5. sæti en fær möguleika að fara upp. Hvor svona heldur að sé sveiktari með niðurstaðan? Þessi fyrst skiptið að þessi play-offs hér í Meistaradeildinni. Ég held, ef ég á að vera hreinskilinn, að Afturelding séu yfir sig ánægðir með að vera komnir á þennan stað. Já, þeir eru bara sáttir með þetta. Já, þetta getur náttúrulega ekki hafa verið markmið þeirra fyrir tímabilið. Eða hvað? Nei, og hinn er svokölluðu sérfræðing, sjáum hérna. Já, þeir eru komnir í sókn, Afturelding. En boltinn aftur fyrir hornspyrna, en hinn er svokölluðu sérfræðingar töluðu mikið þegar leið á sumar að Afturelding hlyti að endurskoða sín markmið og setja stefnuna á því að fara upp, beint upp. En svo brakk blaðran. Já, boltinn er... Hann er brellinn og bröðóttur þessi fótbolti. Hann er það. Þannig að þeir eru örugglega 0-stillt þessu bara núna á sunnudaginn og eru örugglega bara fókusað fyrir þennan leik. Jú. Já. En svo þessi svokallega sérfræðingar sem þú kallaðir. Já. Þeir voru búin að spá öðru leiðinu en við. Sjáum, Afturelding er að skora. Þetta er högg, mikið reiðarslag fyrir okkur leiknismenn. Sá nú ekki hver að var að þetta komið til skalla frá hornspyrnu. Það var Rasmus sem skoraði þetta mark. Rasmus Stenberg Kristjansen.
Þetta var gegn gangi leiksins, verðum við hlutlausu að segja. En sjáum, já, flaggið, já, aðstoðardómarinn, hann heldur flagginu niðri. Já, það voru svona að sá að flestir í stúkunni horfðu nú til hans og aðtöðu hvort hann myndi ekki flagga, en hann gerði það ekki. En þá hlýtur það líka bara að vera rétt, þetta var ekki rángstæða. Og má ég sjá, þá ætlum við að hingra með að hringja í flesta sem við ætlum að hringja í á meðan það svona líka stæði. Það hendar okkur ekki alveg núna að hringja í það sem við vorum búin að hringja í. En sjáum, nú ætla leiknismenn að svara. Sjáum að þeir eru að spila úr öftustu línu. Klaufaleg sending frá Ósa. Nú verður hann að fara að gefa fleiri pílur framar á völlinn. Sækir innkast. Þetta er innkast fyrir Leikni. Hárrétt, glæsilega dæmt. Leiknir á vissulega Sindri Björnsson á bekknum. Þeir eiga, já. Þeir eiga hann á bekknum. Þannig að Fúsi hugsaði, já, ég á hann inni bara. Það er náttúrulega ótrúlegt. Leiknismenn vilja svara strax. Ég veit það. En eins og ég segi, þetta er ekki skiptið í hér í sumar sem Leiknir lendur undir. Óni! Sjáum Ósa. Boltinn á Daða. Mér finnst nú helviti átakanlegt að sjá Afturhendingamenn vera að byrja að fagna í stöðunni 1-0 sem er auðvitað engin forysta. Margir sem hafa brent sig á því að fagna í stöðunni 2-0. Sjáum Ómar Só kominn inn í teig. Hann er svo hættulegur í þessari stöðu. Boltinn á Danna. Skot! Og Kvartal með boltan. Boltinn fyrir! Þar er Robbi Hauks! Robbi! Hotn. Robbi sækir hotn. Leiknir frá hotni. Þeir hlutu sem fagna þessu. Átti vissulega að vera hendi víti, en dómarinn dæmir, þannig að þetta var örugglega ekkert hendi. Hér kemur hornið. Það er Davíð Júlían sem tekur það. Nei, það er ekki Davíð Júlían. Sýnum ekki hver það er sem er að taka þetta. Það er Danni, að sjálfsögðu. Bolti fyrir. Hættulegur bolti hjá Danna. Gott horn. Þetta er auðvitað eina af sviðsmyndum þessa leiks. Ómar Só skori með skalla eftir horn. Eina af þessum sviðsmyndum sem ég var búinn að setja upp allavega. Við vorum með hvað? Þetta voru 1800 sviðsmyndir sem við settum upp, eða ekki, fyrir þennan leik. 1801, já. Svo sem við erum búin að vera að senda minnisblöð út allan bæ í dag að segja fólki að sofa ekki á Davíð Júlían, sem er búin að koma vel inn í þennan leik. Já, en fólk að fara að sofa. Já, ég frétti það eitthvað að fólk myndi sofa á honum. Sjáum leiknismenn, þeir dreifa boltanum vel núna þessa stundina. Passífir. Þeir eru að reyna að leita leiða til að komast í gegnum línur Afturhendinga. Og Ómar Só kemur boltanum á Robba. Nú þurfum við að fá boltan fyrir.
Leiknir eiga innkastið. Og það er heldur betur brot. Það verður allt vitlaust afturhaldingamegin í stúkunni. Þeir vilja fá eitthvað. Nei, þeir vilja að það væri ekkert. Það var brotið á leiknismanni. Sjáum að þeir eru heldur betur búin að fjölmenna í stúkuna. Afturhaldingamegin. Greinlega ekki styttingu niður fyrir þeim. Nei. Sýnir í stúkuna. Sjáum Davíð Júlían. Sá er búinn að vera góður í dag. Þetta er frábærlega gert hjá Davíð. Boltinn á Robba en hann kemst ekki til boltans. Og jú. Davíð er að sækja horn. Nei, ekki horn. Já, þetta er markspyrna. Já, þá hlýtur það að vera rétt hjá dómaranum ef hann dæmir það. Já, Sólin reyndar. Já, sólin gæti að blinda það. Já. En það hlýtur að hafa verið rétt ef hann dæmir það. Út af dómarinn hefur alltaf rétt fyrir sér. Það er erfitt að hafa Sólin svona lágt á lofti í september og Já. hún er beint í augun á þér. Já. Það er bara svoleiðis. Þú þekkir það. En hún er allavega yfir Æsufellinu. Það verður ekkert mikið fallegra en það. Það er bara nokkuð ljóst. Það er alltaf Sólið á Æsland. Já. Leiknir er að spila hættulega leik. En Viktor, hann vill koma boltanum frá. Þeir eru tæpir að missa boltan en innkast. Þá virðast afturhaldingamenn vera bara komnir í þennan pakka. Gefa Leikni innkast eins oft og þeir geta í þessum leik. Innkast. Þetta er það sem að flest lið hafa verið að leggja upp með hér á Leiknisvelli. Þegar við komum að heimsækja Leikni. Þetta er erfitt að spila svona hátt yfir sjávarmáli þegar maður er úr svona sjávarþorpi. Ég er svo Mosfellsbær er. Sjávarþorp. Mosfellsbær er sjávarþorp sem er ekki einu sinni með brygg. Þeir eru með bæði Álafossinn Já. og Varmána sko. Og ekki með brygg. Nei. Mér fannst það bara svona fyndið þegar ég rak augun í það. Sjáum Kókic. Keyrir inn á teginn. Og já. Þetta var nú klaufalegt Kókic. En þetta er allt í lagi. Það gera nú allir mistök. En hann er auðvitað búinn að vera frábær í sumar. Já, eins og margir aðrir hérna í sumar. Já. Þess vegna eru þessi tölið hérna að mætast. Já, það er rétt. Viktor með markspyrnu. Ómar Só flikkar honum á Róbert, en Róbert kemst ekki í boltan. Það var það Davíð Júlían. Hvað ætlar hann að gera? Hvað höfrar hann fram? Andi. Leikurinn hefur róast aðeins eftir að Þjóðin skoraði. Það er eins og lagt leikinn upp þannig að það er eftir að skora og svo bara setja í lás. Já. Hérna koma leiknismenn. Klaufalegt! Það var nú leiðilegt, það varð ekkert úr þessari sókn svona fyrir okkur hlutlausi. Og við ætlum að sjá hvort að við getum hringt eitt símtal. Sjáum aftur. Nei, við ætlum ekki að gera það alveg strax. Nú ætlum við að hringja og við ætlum að powera næstu setningarnar sem að brjóta breytingar og sagt. Allir spenntir að heyra það. Það eru allir spennt. Vonum varað hér. Já. Við erum auðvitað ekki að hringja í Brjánbreka sjálfa. Við erum að hringja í svona mesta svona Brjánbreka sérfræðingar. Ef að hann á von á sýndali. Er hann einnig? Hann er ekki í stúkunni, nei. Já, herðu. Við höfum fengið svar. Blessaður. Hvað segirðu? Var þetta hvað?
Við erum með á línunni Þorvar Bjarma. Ég hef aldrei verið betri. Nú ert þú svona einn mesti... Bíddu, við þurfum aðeins að laga þetta. Sjá hvernig þetta virkir betur hérna. Gerir þetta bara skemmtilega. Þarna er hann. Blessaður, það er Þorvar Bjarmi, svona einhver mesti brjánbreka sérfræðingur landsins. Jú, hann er skemmtilegur. Við ætlum svona, já, fara yfir hverjar eru svona bestu línurnar. Já, manstu eftir því þegar hann hringdi og það er kona sem svarar og Öddi segir, já, er brjánbreki hana? Og hún segir, já, BB King, það er síminn þín. Já, manstu þetta að sé hérna? Já, ég man ekki. Jú. Ætlar, hérna, nú er náttúrulega svona að fara að líða á veturinn. Ætlar þú að fara eitthvað á einhvern, á Black Friday? Já. Já, það er einn kaldan. Jú, hann gerði það. Hann fekk sér einn kaldan. Fyrst af öllum. Við erum einmitt svona mennirnir sem föttum upp á því, við tveir félagarnir í sammenningu að kalla þig Weekend Helga. Við eigum það. Föttum svolítið upp á því. Helgi. Já. Jú, það er einmitt leiknir í sókn. Það er 1-0 fyrir Afturhaldingu. Hann var nú ekki að skora, það var leikmaður 13, Rasmus Kristensen, sem skoraði. Hann lagði upp. Já, ég veit ekki, ég sagði ekki. Með sólina í augunum þetta. Það er Hafstein að hafa lagt upp hásinn. Það er líklegt. Já, rétt. Enn sem komið er. 1-0. Herðu, þannig ef við förum yfir þetta, það er, ég fattaði bara að segja kaldur. BB King, það er síminn þín. Já, og við verðum nú líka að minnast á, bíddu, að þú að fara að kenna mér að gera bárat. Já, herru. Já, sömuleiðis. Takk hérlega fyrir. Já, áfram leiknir. Takk fyrir. Jú, við þökkum honum kærlega fyrir. Power ekkur þarna svona þessar bestu línur. Svona brjáttbreki hefur sagt í gennum tíðina. Það eru þetta af mörgu að taka. Já, það eru nokkuð svona... Núna fylgjumst þið með leiknum í Stjórnstíðin. Við munum auðvitað þegar hann sagði sjáum Ómar Só. Ómar Só kom inn á tegin. Munum auðvitað eftir því þegar að Brjáttbreki sagðist að hann byrjaði í skóla. Já. Og jú, hann fór í Björnskólann. Hann var búinn að læra heima. Læra heima. Já, þetta er svona hans besta lína. Já, þetta sé ekki svo allra besta. Læra heim. Búinn að læra heim. Síðan Galsjúk, hann er með spinnuna, aukaspinna.
Robby með boltan. Hann að halda boltan, vel gert hjá honum. Kemur boltanum á Danna. Boltan í hausinn á Patrik sem liggur eftir. Þetta var alvöru spyrna sem hann fekk í hausinn. Gott ef hann fekk ekki boltan í andlitið þarna. Ekki gott að sjá þetta. Og það er kallað á... Nei, hann er staðinn upp. Það er allt í góðu. Það er gott að sjá. Já, það er rólegt hérna, eins og á Leiknisvelli. Þeir sem eru að koma að tækjunum núna. Það er 1-0 fyrir Aftureldingu og það er róast eftir að þeir skoruðu markið. Vissulega. Það er bara með leikinn í lás. Þéttu í raðir og hérna... Það er ekkert mikið ógn verið. Nei, það er vissulega rétt þar. Þetta er, já, það eru lagstir tilbaka. Já. En þetta er þekkt hérna á Leiknisvelli að lið koma hingað einhvern og skora fyrsta markið. Já, það má segja það. En Leiknir hefur yfirleitt komið tilbaka. Og sett, ég passa ekki að nýfasettið í bakið á liðunum. Þetta 300.000 krónar nýfasett? Já. Já. Svona auka leikina. Þetta er geðveikt. Sjá marga í stúkunni og hérna í hólnum hérna og... Einfaldlega geðveikt. Já. Það verður ekki annað sagt. Fólk segir bara takk. Og ég er að fá veður af því að það heyrðist ekkert í þessu símtali sem við vorum að gera. Ég elska Já. það. Það er bara svo það er. En fyndið þið var það? Já, það heyrðið bara í okkur svona að tala og ekkert í þeim sem við vorum að tala við. Ok. Og örugglega þannig líka í fyrra símtalinu. Hver var, já. Já, nefni. Bara dansa með boltan. Hann er góður að dansa með hann. Hann er helviti góður í því. Og Læti Leiknir ennþá með boltan. Læti í stúkunni. Leiknir að fá hotspinnu. Já. Það er megin. Markspyrna frá Galchuk. Ósimenn. Okkar Ósimenn. Þetta er íslenski Ósimenn með boltan. Hann svona kallar sig það sjálfur, nefnilega. Já, var það hann sem fattaði? Hann fattaði upp á þessu, já. 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 Hann segir alltaf þegar hann Það hlaut að vera hann. Það hlaut að vera. Hann kallar sig alltaf Ósimenn þegar hann hittir. Já. Tekur alltaf í höndina og segir að hann kallar mig Ósimenn. Já. Nú viljum við. Það er eins og Maggi Már hafi séð í gegnum þessa taktísku snild sem Fúsi ætlaði að spila hérna í dag. Hafa Sindra Björnsson á bekknum. Það lítur allt út fyrir það með að við hvernig gangi mála er hérna í Efra Breiðholtinu. Og það er frábært veður hér í Breiðholti. Í 93 metrum yfir sjávarmáli. Finnsta Þetta er, já. Loftinu sem er á knattspyrnuvöllum hérna á Íslandi. Það má segja það. Þetta er náttúrulega, já, sá völlur á Íslandi sem er hæst yfir sjávarmáli og hér er erfitt að koma og vera útilið og spila fótbolta. Engin
engin annar völlur herra. Ó nei. Sjáum Ósa. Og Robby með boltan fyrir. Ómar Só tæpur að komast í þetta. Daði. Ég hef nefnilega heyrt það að ef völlurinn væri í 94 metrunum, Já. það væri ólöglegt að spila fótbolta. Það er svoleiðis. Samkvæmt UEFA og FIFA-reglunum. Þess vegna var hann lækkað. Já, hann lækkaði metra, hann þurfti að grafa metri niður. Þess vegna er þetta líka þessi gryfja sem að fólki finnst þetta vera þegar það kemur að spila. Regluna UEFA og FIFA segja 94 metrunum. Já. Þetta er já, þessu kallar gryfja sem við höfum hérna. Sjáum Kogic, hann er að keyra upp. En Daði, glæsilega gert. Sjáuðu þessa tæklingu hjá Daða! Já. Hann er mættur til leiks. Hann er ekki að bera neina virðingu fyrir Kogic. Nei. Sjáuðu þið Daða? Þetta hefur hann bara í sér. Já. Og Patti með boltan. Já, Nafni. 1 mínútu bætt við. Völlurinn er nefnilega fjarska Uppbótartími. grænjana á leikvöllum. En vissulega. Góður. En ég segi líka bara Fjarska góður. Ósi kemur boltanum niður á Robba Haugs. Ósimenn, íslenski Ósimenn, Arsenal-maðurinn. Nú vilja Leiknismenn koma inn marki. Já, eins og verður markamínur miklu. Já, markamínunum er miklu. Robby, hann er að sækja aukaspyrnu á hættulegur stað, rétt fyrir hálfleik. Daniel Finns Mattiasson. Hann er hættulegur þarna. Líklegur þarna til að taka hana. Þetta er svona hans. Þetta var eflaust ekki rýtingurinn sem að afturhaldingamenn vildu fá svona rétt fyrir hálfleikinn, ha? En það er þetta mikilvægt annað mark. Það er gaman að sjá hvað hann ætlar að stilla boltanum og skjóta honum eða leggja hann. Já, þetta verður eitthvað að fá að fylgjast með þessu. Bolt setur hann bara mark með svonnið. Uppi. Jafnvel niðri. Það er ekki fjær honnið. Only he knows. Only he knows. Hann er einn sem veit það, sko. Já. Hann hefur verið í þessari stöðu áður. Standið við boltanum á 25 metrunum. Þetta er ekki hans fyrsta skýtt sem hann setur í þessu bolta. Ó nei. Þessum metrum. Boltinn fyrir. Og, það er flautað til hálfleiks og við ætlum að taka okkur stutt hlé og koma aftur að Vörmuspori.
sjá þá hoppa. Bassinn svo þungur ég finn gólfið byrja að brotna. Svo þú vilt koma, myndu ekki fokkast. Því ég held að sé að reyna Reykjavík okkar. Reykjavík okkar, já hún okkar. Reykjavík okkar, já hún okkar. Reykjavík okkar, já hún okkar. Borgin okkar aldrei svo ég ætla ekki að sofna. Reykjavík okkar, já hún okkar. Reykjavík okkar, já hún okkar. Reykjavík okkar, já hún okkar. Borgin okkar aldrei svo ég ætla ekki að sofna. Stimpla mig út, ég búinn að skila mínu. Við nýri vinnu í sirkustjaldi, þetta ég nýtt mínu. Lifa línu, við utopíu í dystopíu. Jarði dörrar okkar listaspínu. Kæri vinur, þetta skilur svíku. Enga myndi gerir kristalíku. Kjöfja með frelsi, gjaf með bínu. Eitthvað sem lengi, við getum með bensín, getum með rættværi. Eitthvað sem kveiki, ég þið tala, bla 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 bla. Skipta á mig, Læka svo saman, geta svo hlutina, leiðin í bakkan. Uppi armina, halda ég dóna. Koma með þín vesen, ekki vaða inn á skónum. Þetta svo róleg partí, ég finn ekki fyrir opnum. Því allir sem eru eitthvað í vinahópnum. Kroppa, má ég sjá það hoppa. Bassinn svo þungur, ég finn gólfið byrja að brotna. Svo þú vilt koma, myndu ekki fokkast. Því ég held að sé að reyna Reykjavík okkar. Reykjavík okkar, já hún okkar. Reykjavík okkar, já hún okkar. Reykjavík okkar, já hún okkar. Borgin okkar aldrei svo ég ætla ekki að sofna. Reykjavík okkar, já hún okkar. Reykjavík okkar, já hún okkar. Reykjavík okkar, já hún okkar. Borgin okkar aldrei svo ég ætla ekki að sofna. Ég finn malbygg í banka, sólan og rampa. Unnum með sólum að platti, ég ger á leiðin í banka. Allt sem ég geri er svakalegt, búið til nett. Birtist í blæðinu, þetta frétt? Mamma sjáðu hvað ég netti, mamma horfum, mamma sjáðu. En líkt síðan undan sógar ekki bráð. Ég og vinir mínir lifum draumi sem við þráðum. Og við tókum fram og fullt af liðu sem við dáðum. Já, grættan leikandi, bassin deyfandi, heila mig chilla það mig gefur breykinn að þau haldi sér eigandi. Þegar ég stend upp á borði með hausinn að forma. Abracadabra, og ég hopp. Kroppa, má ég sjá þá hoppa. Bassin svo þungur, ég finn gólfið byrja að brotna. Svo þú vilt koma, myndu ekki fokkast. Því ég held að sé að reyna Reykjavík okkar. Reykjavík okkar, já hún okkar. Reykjavík okkar, já hún okkar. Reykjavík okkar, já hún okkar. Borgin okkar aldrei svo ég ætla ekki að sofna. Reykjavík okkar, já hún okkar. Reykjavík okkar, já hún okkar. Reykjavík okkar, já hún okkar. Borgin okkar aldrei svo ég ætla ekki að sofna. Don't think shit, take haters. My Detroit players, gems for my hooligans in Brooklyn. Head right, with the head right, Biggie there, every night. Papa been school since days of under rules. Never lose, never choose to. Lose, lose, do something to us. Talk good to us. Talk to us, wanna do us, screw us, screw us. Yeah, Papa and Papa. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze free at your cherry M3, bang every MC easily. Take easily, recently niggas front ain't saying nothing, so I just keep my peace, keep my peace. Giving to the Jesus peace, with my peace, leaking after you want it. The old nigga flaunt it, that Brooklyn bullshit, we on it. Can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways up. This is why they work in your soul. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways up. This is why they work in your soul. I put Rosa
out to DKNY, Miami, DC, prefer Versace. All Philly hoes know it go ski-mo. Every cutie with the booty for the beaches. Now he's the real deal, meaning he's really the shit. Them niggas ride dicks, turn cut quick, stick on the Lexus, LX, 4.5. Bulletproof glass tips if I want some ass. Going past research, ask questions like, why I most of these so-called gangsters pass? A nigga rapping out blunts and bras, chicks and bras, menage a trois, sex and expensive cars. I still leave you on the table. Condo paid for, no car payment. At my arraignment, no for the training. The daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, and I do. That's how I stay true. Richer than rich, so you niggas come and get me. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your fleshy ways. This is why they're broken, you're so fake. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. This is why they're broken, you're so fake. I can feel you with real millionaire shit. That's cargo, my cargo. 160, swiftly. Wreck it by your new one. 2 run, the 2 run. I know you sick of this. Name brand, nigga with flows, girl, say peace. Sweet like nigga with so get with this, nigga, it's easy. Girlfriend, here's a bitch. Call me round 10, come through. Have sex on rough, that's her shit. Come up to your job, hit you while you're working. For certain, I'm a freakin', not speaking. Leave that ass leaking like have a demo. Then I'm move, take your clothes off slowly. Then I'm with the force like women. Get back like women, like the roll like women. Lucky they don't own me. Where to say, show me. Homie. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess it's why they're broken, you're so fake. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess it's why they're broken, you're so fake. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess it's why they're broken, you're so fake. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess it's why they're broken, you're so fake. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. Come on. A hard time if your motion is still. Let me move some things around because the lyrics is ill. Abstract, you know my sticky D in here. Niggas get on and swear it's the fucking year. But you're your girl just moved to the joint in the club in the car for cool. Girl, look, the movement is on. Now man and mommies and Victoria dolls. I give a bottle of dust. Guaranteed to make it right if your night is a bust. Vibrant and you freshen up. Original to say the least and you impress them all. Come on. Rappers start that they stall. Finding it very hard to make it over the wall. Hey, get your weight up. My motto you heard. And I go to death here to felonious words. So girl, move it around. If you see your main door, give your brother a pound and just breathe and stop for real and give it what you got. Just breathe and stop for real and give it what you got. And give it what you got. And give it what you got. And if you on the block, and give it what you got. Another thrill you can mean is an eyes. I wanna feel you the big ass thighs. Your Prada dress or your Gucci bag. Or the polo jeans or a doobie bag. You hold the door, alright? We coming through, trying to hold it down for the night. Big Woo got the fifth. He like he got the Willie and he got the gift. Turn it over the page. Usher in all the y'all to the brand new age, man. Status really don't matter. Everybody get right to the pitter patter. Come on. Make a move, set the precedence. Iterate your residence, the whole scene is decadence. And the feeling is true. I'm seeing me and my crew. You see it black and blue. So let's go for the ride. Strap yourself in tight and if you blow the vibe in this part. Breathe and stop for real and give it what you got. Just breathe and stop for real and give it what you got. And give it what you got. Give it making it hot. If you on the block, give it what you got. Come on. Bring it, give it, 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 where we bring it to? Right here, 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 right here,
Right here, nigga, right here, come on. But then you on your mind, or you running out of time. Hope you skipping every line, cause I'm getting mine. Move it around a bit again. Every block, every town, we starting the trend. Eye to eye, toe to toe. Who concentrating on killing the show? Penetration and methodically so. Not a high valley road, or to find the dog, y'all. All my people's no matter the creed. We gonna satisfy the urge and discover the need. You feel the fight in this. If you think I'm tight, well, then the fight me, miss. And let me say a rhyme in your ear. Dancing close to the most and you fitting here. You feel the rhythm is right. You know the spitting is tight. You think you won't, but I think you might. Breathe and stop, for real. Give it what you got, just breathe and stop, for real. And give it what you got, just yeah. Just breathe and stop, for real. And give it what you got, just breathe and stop, for real. And give it what you got, just breathe and stop, for real. And give it what you got, just breathe and stop, for real. And give it what you got, just breathe and stop, for real. And give it what you got, keep making it hot, gang, you keep making it hot, Crank back 3 times from left to right. Soulja Boy, I'm in it. Why me crank it? Why me crank that Soulja Boy? That Superman, that crank that Soulja. Now why me you? Crank that Soulja. Now why me you? Crank that Soulja. Now why me you? Crank that Soulja. Now why? Soulja Boy, I'm in it. Why me crank it? Why me crank that Soulja Boy? That Superman, that why me you? Crank that Soulja. Now 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 why? Soulja Boy, I'm in it. Why me leave it? Why me rock? Superman, that yeah, why me crank that Robocop? Superman, now why me jocking on them haters, mate? When I do that, Soulja Boy, I lean to the left and crank that thing out. I'm jocking on, and if we get the fight, then I'm coming. You catch me at your local party, yes, I crank it every day. Haters get mad, cause I got me some baby, mate. Soulja Boy, I'm in it. Why me crank it? Why me crank that Soulja Boy? That Superman, that crank that Soulja. Now why me you? Crank that Soulja. Now why me you? Crank that Soulja. Now why me you? Crank that Soulja. Now why? Soulja Boy, I'm in it. Why me crank it? Why me crank that Soulja Boy? That Superman, that why me you? Crank that Soulja. Við minnum áhorfendur á að partíið heldur áfram á Álfinum Hólagarði eftir leik. Hvernig sem fer til báðvarnum. En framöndan eru 45 mínútur rúmlega af baráttu. Koma svo Leiknismenn. Jú, verið velkomin aftur áhorfendur góðir. Hér er að hefjast seinni hálfleikur í Leiknis og Aftureldingar. Í fyrra einvíginu. Já, í því fyrra. Þetta er náttúrulega bara fyrri hálfleikur. Sjáum, Danna Finns, hann er kominn hátt upp á völlinn. Ekkert á þetta. Danni, tæpur bolti. Bolti frá Patta, Robbi ekki alveg nægilega snöggur. Sjáum auðvitað að Sjáum að þið fenguð að fylgjast með Sindra Björns hita upp allan hálfleikinn á myndælinni. Það eru náttúrulega bara forréttindi að fá að fylgjast með því. Já, bara fengið það. Maður er náttúrulega bara að hreyfa sig í öðrum víddum en flestir aðrir. Við power okkur svona bestu leiki Sindra Björns í sumar. Í sumar? Ég held að það sé ekki hægt. Nei, það er bara ekki hægt. Það er bara top 22 sem... Já, það er top 22, það er rétt hjá. Og svo ef við ætlum að taka
já, Lengjubikarnir með líka, þá var þetta bara topp 24. Hann er náttúrulega, hann er eiga rosalegt sumar. Það er ekki hægt að segja neitt annað. Það er ástæða fyrir leikni síðu fyrir öllar hinsveitum. Algjörlega. Og náttúrulega Ómar Sól, og Hjalti, og Arnór, og Ósi, og Danni Finns. Öllum að þakka. Sjá, hérna kemur hornspyrnan. Róbert er að taka hornspyrnuna, Róbert Kvendal. Hvað ætlar hann að gera? Stutt, Danni. Skrúa boltan inn. Úi, boltinn er að fara rétt yfir Slanna. Og það er annað horn. Var þetta bara varið? Nei, ég held að þetta hafi verið varnarmaður Aftureldingar sem spyrndi þessum bolta rétt yfir Slanna. Þetta hefði nú getið verið svolítið klaufalegt. Bara vel gert hjá Danieli. Já, bara frábærlega gert hjá honum. Hann verður að fá að eiga það. Þessi fótur sem hann hefur, það er ekki alltaf með þennan fót. Nei, hann er frekar eitraður. Já. Hann getur, Þessi vinstri fótur. já, hann getur teiknað hann á tíkall. Já, hann getur það. Hann er komið með 10 mörk í sumar og ábyggilega 7-8 stóðsendingar. Já, sjáum sendinguna frá Danna. Þetta er hárbolti yfir pakkan. Patti kemst ekki í þetta og það er aukaspyrna. Já, heyrðu. Og stórhendur. Nei, þetta er nú svolítið klaufalegt Danni. Hann sparkaði honum út af í horninu áður en að hann grullaðist inn í teig. Já. Þetta átti að vera svona outswing horn. Boltinn fór óvart út af. En þetta er allt í lagi. Það kemur fyrir. Já. Sjá, Andi. Boltan upp á miðina. Gaman að segja frá því að fara yfir derbíslag. Já, hvaða svona bardagi er þetta? Leiknir Afturelding. Fyrst og fremst myndur þú segja að þetta væri Andy Hodge slagurinn. Þetta er náttúrulega, já, þetta er Andy Hodge slagurinn. Já, hann hefði spilað með báðum þessu liðum. Já. Var lánið eins og í Aftureldingu fyrir 2 tímum að minnir. Það er rétt. Svo erum við annan mann. Já. Hann er í brúnni í Aftureldingu. Já. Bítu. Hann er í brúnni. Já. Það er hann Magnús.net. Þetta er Maggi.net. Já. En, já. Hann spilaði sem við leikni í eftir deild. Hann spilaði með, já, leikni í eftir deild. Hann á leik á bakinu leikni. Þannig að það er ótrúlegt að hann vilji bara vinna hér í dag. En það er spurning hvort að við stáðum föstu að þetta er náttúrulega Þorgeir Leó slagurinn. Þetta er Þorgeir Leó slagurinn. Prins Leó. Já, þetta er Þorgeir Leó slagurinn. Sjáum, Arnór Gauta vel gert hjá honum en já, Ósi, frábær í vörninni. Og það er alltaf að vera vitlaust, þeir eru komnir út úr... Nei. Þeir verða nú að fara að haga sér á bekknum þarna hjá Aftureldingu ef þeir ætla ekki að fara að fá spjald allir með tölu. Það var allt vitlaust á bekknum hjá þeim þarna. Það eru 5 leikmenn Aftureldingu á spjaldi. Já. Ef allir 5 fá guldspjaldir í dag, þá missa þeir á úrslitaleiknum. Nákvæmlega. Það myndi komast í hann. Nákvæmlega. Því aðeins hún mætir ekki hérna þriðjudaginn saman. Það er rétt. Þannig að þeir missa ekki næsta leik. Sjáum, hér kemur Ivo Brass með skotið. Já, þetta er langt yfir, þetta skot. Þetta er langt yfir frá Ivo Brass. Þeir mega alveg guldspjaldir í dag. Ég er að fá hér í eyrað skilaboð. Já, þetta eru skilaboð frá Viktori markmanni Leiknis. Það var aldrei hætta, sagði hann. Það var aldrei hætta. Já, þetta var langt yfir. Gaman, leikurinn er að fara nú helviti vel að stað, svona fyrir okkur hlutlausi. Seinni hálfleikurinn. Eins og fyrri. Já. Hann fór vel á stað. Já, þetta er, skemmtilegt að horfa á þennan leik svona fyrir okkur hlutlausi. Leikur tekið hálfleikur. Já, og þessi leikur á sitt eigið líf. Það er bara svoleiðis. Þessi leikur á sitt eigið líf. Sjá, Arnór Gauta. Það er ferð á honum. Já, Andi Hoti, frábærlega gert hjá Andi. Og Ivo Brass. Sparkaboltanum langt framhjá í hliðarmyndið. En þeir eru að sækja sér hornspyrnu. Já, dómarinn dæmir þannig að það hlýtur að vera rétt. Þetta er örugglega einn af þessum ákvörðunum
Nei, býtu. Dómarinn er búinn að, hann er hættu við. Hann sá að sér. Hann hefur örugglega fengið skilaboð í eyra að þetta hafi ekki verið hornspyrna. Sá, fjóradómarinn. Já, ég held að þetta hafi verið fjóradómarinn sem að senda honum skeitið þarna. Það er nefnilega, er ekki Varsjá hérna? Nei, Það er það ekki var Varsjá. ekki komin upp Varsjá. Nei. Það þurfti að taka hana niður leið og voru tekið niður kortsætt sæti. Já. Það blokkeraði auglýsingaskiltin umhverfis völlinn. Það þurfti að taka hana niður líka. Það er gaman að segja frá því að við fórum á stúfuna í hálfleik og það hefur held ég aldrei verið eins margir hérna á Reynisvelli. Nei, það er ótrúlega mætingar sko. þegar maður stendur hjá, þegar maður stóð hjá Þeir voru sjoppunni. í bestöldinni. Já. Held ég að þessi mætingar ekki verið sko. Þegar maður stóð hjá sjoppunni, þá var varla hægt að skipta um skoðun. Það var svo þröngt að standa. Sjá Robert Quental. Einhver svona sem stóð upp úr sem þú hittir þegar þú skellir þér á stúfuna? Já, ótrúlega, ég hitti Birki Björnsson. Þú hittir Birki Björnsson, já. Hann er auðvitað mættur að styrkja hér bróður sinn sem er á bekknum. Fyrsta sem ég gerði þegar ég hitta. Hann reyði upp lægjabarið. Já, hann er með lægjabarið. Já, byrjaði að jappa á því. Já. Og segja blessjar. Já, Danna Finns. Danna Finns með hotnir. Hann elskar með lægjabarið. Hann elskar lægjabarið. Danna Finns. Afturhalding hreinsaði hennar bolta langt frá Ósi með boltan. Hvað ætlar Ósi að gera núna? Hinn íslenski Ósi menn. Afturhalding hafa spilað þetta þannig að þeir leggja upp með því að liggja svolítið tilbaka. Já. Þetta er lið sem hefur verið að svolítið sækja á liðin í sumar. Spila svolítið sóknar bolta en þeir eru greinilega að fara passífir með þenn leik út af spila inn á aðstæðunum. Já, þeir virðast nú bara vera sáttir með stíið. Já, þeir eru náttúrulega, það liggur þungt á þeim núna. Þeir virðast ekkert vilja leitast, eða þeir eru ekkert að leitast í það að auka fórustuna. Og þeir hljóta að vita að ef þetta heldur svona áfram, þá hlýtur Leiknir að skora mark. Þannig þeir virðast vera sáttir með stíið. Sem við sjáum hér að þeir hafa lagt upp leikinn með því að liggja sem tilbaka og sækja hratt. Já, það er hárrétt. Sem að var einmitt það sem að... Aron Sævar, heitir hann ekki bakur hana? Já, alltaf hérna. Aron Elí Sævarsson, fyrirliðinn. Aron Elí Sævarsson, hann er búinn að vera með hérna Róbert svolítið í vasanum. Já, það verður að segjast. Hann er líka búinn að eiga frábært sumar. Svo þeir eru alltaf með hérna Elmar hérna á kantinn. Já, Elmar Kokic, hann er góður. Þeir eru með mikið hraða fram á þeim. Já, þannig að við megum ekki sofna á verðinum hérna Játts línu lengsmenn. Ó nei! Sjáum við kastið frá Leikni. Leikni með boltan, spila sínu milli. Nú vill Andi reyna að gera eitthvað við boltan. Vel spilað hjá Leikni þessa stundina. Og Davíð Júlían aðeins og hægur inn í þessa sendingu. En frábær pæling hjá Leiknismönnum. Minnum á núna að Leiknir er að sækja í 8 löngu vittlisinni á meðan að Afturhalding sækja í 8 Æsland Vesturbergi. Já, það er ekki rétt að mér. Það er öfugt. Það er... Sjá ásjónur hérna. Afturhalding er að sækja í 8 lönguvillisinni á meðan Leiknir sækja í 8 af Æsland Vesturbergi og Leiknir eru búnir að skora 87,5% af mörkum sínum hér á Leiknisvelli í sumar þegar þeir sækja í 8 af Æsland Vesturbergi. Bolti fyrir. Þarna er Krag! Leiknir! Nei, Afturhalding hreinsa frá. Það stóða, þetta var klaufalegt hjá Afturhaldingu. Þeir eru svolítið í þessu sko. Og dómarinn er að dæma, já,
Já, þetta hlýtur að hafa verið rétt hjá baranum. Við minnum auðvitað á það að það þurfti, nei, Arnór Gauti kominn inn á teginn, Andi Hoti á honum. Vá, þetta var vel gert hjá Viktor. Boltinn fer þarna af Andi og Viktor ver. Sá fyrir honum. En hvernig finnst þér það hafi gengið í sumar að, já, svona replacea Birki Björnsson eftir að hann fór frá liðinu yfir í Þrótt? Nei, í sumarið á undan. Árið 2021. Árið 2021, já. Hvernig finnst þér að hafa gengið þá? Það hefur verið að gengið okkur bestið með sko. Þeir eru alltaf legin aftur bestið með það. Já, það er rétt. Já, þeir eiga möguleika á því, ætla að segja fyrir. Menn er að skjóta því að þetta er jú maður sem kemur úr fjölskyldu sem er með þetta clutch gene. Það hefur nú alveg sést á sinn drag. Já. Þessi fjóraðarít sem hann hefur. Já, já. Þegar Ómarsson nær boltanum en afturlending nær aftur. Davíð Júlían. Vel gert hjá honum. Nú þurfum við hlutlausu að fá sendingu fyrir frá leiknismönnum á kollinu á Ómar. Og Ósi, þeir eru að spila á milli sín í öftustu línu. Sjáum hvað Daði, hann fíblar Arnór upp úr skónum! Hann er ekki að bera mikla virðingu fyrir honum þarna. Ha! Hann skildi Arnór Gauta eftir á miðjum vallarins í splitti. Já. Ha! Já, já, hann er með þetta í vopnabúrinu hann Daði. Hann getur þetta. Já. Þetta er svona. Þetta er auðvitað leikmenn. Sjá, þeir eru að tvímanna hér á flesta leiknismenn. Nú kemur Ólafur Björn. Og það er rángstaða. Hvernig lagðist svona síðasta umferð deildarinnar í þig í svona síðustu helgi, Patrikur? Bara mjög vel. Þetta er gaman að fylgjast með Þrótturunum. Já. Bjarga sér? Já. Eða svona halda sér, þeir björguðu sér nú ekkert mikið. Nei, þetta var nú ekkert erfitt fyrir þá. Nei, þeir fóru réttir. Unnu sína leiki og Já. hérna svo uppi. Já, já. 26 stiga að mér minnir og í 8. sæti, bara flottir. Já, það er hárrétt. Svo bara, já. Sáum við þetta leikni fara til Þorlákshafnar að vinna 5-0 sigur, eða 0-5 sigur. Svona Sindri Björnsson lagði upp öll 5 mörkin í leikni. Þau lið sem áttu að vinna á síðustu umferð. Jú, það má segja það. Umferð spilaðist þannig bara að öll lið unnu sem áttu að vinna. Það má segja það. Já. Nefnum afturhending, þeir eru þetta töpuð. Það var ekkert óvænt þar. Afturhending töpuð. Já. Mótið Þrótti að sjálfsögðu. Það var ekkert óvænt þar. Nei. Þar var Hinrik Harðarsson með hnífasettinu. Já. Þeir gleymdi honum á 50. Hann ákvaði að draga fram hnífasetti bara á 89. mínútu og dreifaði öllu settinu. Þetta er svona. Já. Hann þurfti þess ekki eins og. Nei. Sjáum Davíð Júlían skiptir út á kantinn. Arnór Klaufi, Arnór. Heyrum við í Prensli á liðalínunni? Já, við heyrum í honum. Ha. Þeir eru bara með hann á bænum. Þeir eru með hann á bænum. Þetta er að hendi, nei, dómarinn dæmir ekki, þannig að þetta hlýtur að hafa verið ekki hendi. Sjáum boltinn kemur fyrir, en þar er enginn til að taka á móti þessu. Sjáum Daða, kemur boltanum út Arnór. Glæsileg sending á Danna, hvað gerir Danni? Kemur hún á Ómar! Ómar! Þeir komast fyrir þetta, afturhaldingamenn. Virkilega vel spilað hjá þannig að Danna og Ómari. Frábærlega. Það er bara einhverstu leikmenn leiknis í sumar. Algjörlega. Það með flestu mörkin, 23 samtals saman. Stoppi Hauks. Og hérna... Ómar virðist að hafa fengað sig. Okkar sterkustu leikmenn. Ómar virðist að hafa slasað sig. Æ, hann gefur þumal upp. Hann er góður. Þetta var grín. Þetta var grín.
Segir hann og brosir. Dýrka hann eitthvað, Já. Hann hattar ekki brosa. Nei. Arnór Gauti er að fara frekar illa með Arnóringa. En það var nú svo sem ekkert út úr þessu, þannig að... Nei. Skemmtileg leikur hérna. Það er líf og fjör í honum. Já. Þetta er svona. Líf og Við fjör. sem ætlum að hinkra með að slá á þráðinn Já. í bili. En eigum að kíkja í chatið. Er ykkur á chatinu? Við vorum einmitt að fá spurningu varðandi Birki Björnsson. Já. Við auðvitað tökum öllum spurningum í spjallinu fagnandi. Jú. Það er gaman að fá skeiti. Já. Ég elsku þetta chat hérna. Við erum að renna yfir það í þessum 12 órum. Það eru svona. Sitt á hvað verið að senda okkur pillur og hrós. Við verðum bara að taka því. Það verður að elska þessu. Já, maður verður líka að hafa gaman að þessu. En ég var einmitt... Við vorum svona að spá í að renna yfir það sem er verið svona að segja um okkur í chatinu. Já. Takk til að heyra. Má ég sjá. Ég ætla svona rétt að fara að skoða þetta. Sjáum afturhalding, þeir eru svona aðeins framan á völlinn en það er nú ekki mikið að gerast þar í miður. Nei, þeir eru sáttir með þessu staðinu núna. Þeir eru náttúrulega ekki vanir að spila á svona alvöru teppi. Nei, þetta er náttúrulega frábært gras hérna í Breiðholti. Mega það. Alla verðin er búin að vinna dag og nótt að halda þig góðu hérna í september. Það er svoleiðis. Haustmánuðinn. Við erum að fá skeiti varðandi Kokits. Já. Að við eigum ekki að segja Kokits, við eigum að segja Tjokits. Jú, við verðum bara að taka því og vanda okkur. Vanda okkur. Já, við fögnum öllum skilum. Jú, það er hárrétt. Herðu allt í Það þetta. er alltaf að vera villast. Afturhaldingur að fá innkast. Og við ætlum að renna aðeins yfir þessi svona harðorðu komment sem við höfum verið að fá. Ok. Má ég sjá. Hér segir einn. Er að reyna að horfa á fótboltaleik. Og lýsendurnir eru að powerracka topp 5 línur með brjándreka. Á hvaða englaríki eru menn þarna í Breiðholti? Það er ég eitthvað sem eins. Má ég sjá. Númer 1. Þrífa linsuna. Númer 2. Reynið lýsendur að vera fagmannlegir. Þið eru að eyðileggja stemninguna fyrir þá sem komist ekki á leikinn. Þið eru félagin ykkur til skammar. Ok, það var þetta áfram. Þetta var svona, við skoðum þetta betra eftir. Afturhalding eru að skjóta, Arnór Gauti er að skjóta langt yfir. Hann er að reyna að tefja eitthvað. Hann er að reyna að tefja. Með þessu skoti sinni. Góð sending frá Tjokits. Á andrindinu. Góð sending frá Tjokits. Danni með boltan. Hann kemur boltanum frá sig með 3 í sér. Kemur boltanum að Daða. Andi. Og Davíð Júlían kemur boltanum á Ómar Só, en Ómar Só er ekki alveg nógu snöggur til að komast í þetta. Þetta búið að vera hans dagur hingað til. Nei, ekki svo gott. Robby. Þetta er svo nálægt. Þetta er alveg að detta, ég fullir það. Þetta er næstu því. Það er upp á síðasta fyrirvinni á leiksmennum í dag. Þetta er alveg að detta. Ég fullir það. Við hlutlausu erum sammála því að þetta er alveg að detta á leiknismönnum. Sjáum vinstuna í Robba Haugs á vinstri kant. Sá er duglegur. Það er verið að syngja henni stúkunni. Farið heim í
Líkpoka? Já, það er verið að syngja það. Verið að senda pillur í stúkunni. Þið fögnum því. Já, við fögnum því. Sjá Arnór með fastan bolta fyrir, fær hann boltan aftur. Tökur boltan út á Róbert Kvental. Hvað ætlaði Kvental að gera? Dansa með boltan, gefa hana fyrir. Galchuk er að verja aftur fyrir. Það er corner. Virkilega vel gert þarna. Það er hann bara með í ofnbúinu sínu. Sjá Danni, hann ætlar að taka þessa hótspinnu. Gef mér boltan fyrir. Sjáu þessa vösku! Þetta var frábær skalli hjá Robba Hauks og Galchuk, hann skutlaði sig bara upp í hornið. Þessi hátti að steinliggja. Frábærlega varð, en betur skallað. Já, ég veit það ekki. Ég veit það reyndar ekki. Þetta var virkilega góð opnæsla. Já, þessi var frábær. Þessi var úr efstu Það hillu. er alveg augljóst að þessi markmaður hefur... Sjáuði, áhörðundur góðir, sjáuði hver er að gera sér tilbúið til að koma inn á. Það er alveg augljóst að þessi markmaður hefur spilað í útlensku úrstættinu. Já, en sjáuði hver er að koma inn á. Það er Sindri Björnsson. Leikmenn var 88. Hann kemur inn á í 4. víddinni. Hverju er hann að fara að bæta við þennan leik? Vá. Ég er að horfa eftir að Sindri Björnsson stilti sér upp á hliðlinni. Ég er að horfa á áhorfendatölur á þessu leik fara úr 550 manns upp í 18.900 manns á svipstundu bara við það að Sindri Björnsson stilti sér upp á hliðlinni. Það er leikmaður nr. 23, Arnór Ingi, sem kemur út af fyrir Sindra Björns. Og jú, ég treysti því að fólk heim í stofu standi upp og klappi núna. Koma svo Leiknismenn. Hverju erum við að fara að vera vitni að hér? Eitthvað sem hefur aldrei sést en áður. Það er miðvikudagskvöld. Fólk er að fara að horfa á Sindra Björns hreyfa sig í 22 mínútur og svo leið og það er búið er hægt að stilla upp Under the Sunshine. Under the Sunshine. Leið og þetta er búið er hægt að stilla á Arsenal PSV og horfa á Kai Litla Havertz pöfra með boltan. Þetta eru forréttindi fyrir, alla Íslendinga. Þetta er bara, það er að vera að fara að blása til sóknar með þess að enda Sindra Björnsson inn á einhvers staðar heyrði ég að sjáum hornið. Kemistríðið milli Ómar og það er Sindra. Boltinn fyrir. Það er ástæðan fyrir. Ómar á boltanum! Hann er verið sér! Víti! Ekki dæm! Jæja, það er hornspinna. Mér fannst nú markmaður Galchuk fara full harkalega í Ómar Só þarna í frákastinu. En þetta er náttúrulega dómarinn sem dæmir. Þetta er alveg læknir markmaður. Þetta er rosalegt. Já, annað horn. Hann er að bjarga þeim hérna. Já. Leiknir. Stefán í Breiðholtinu, markmennir eru að eiga sína bestu leiki í Evrópu. Þetta er nefnilega búið að vera þannig í allt sumar. Markmenn andstæðinganna eiga sína allra bestu leiki í sumarið hér. Og það segir þessi hlutlaus maður. Hár bolti yfir pakkan. Það er Ómar Só. En þeir hreinsa þessu frá. Já, bara sparka langt og eitthvert. Virðist vera upplægið þeirra núna. Bara sparka langt og eitthvert. Þeir virðast ekki hafa mörg svör við þessum sóknarþunga leiknismanna. Heyrðu, það er brotið á Ómar Só. Nei, hann er ástæður. Hann fór nú full harkalega aftan í hann þarna, hann Galchuk. Þeir eru svolítið að leggja það upp með að fara harkalega í hann, taka nú leik. Það virðist vera. Það er annar leikur eftir. Þeir vita það. Þetta er okkar sterkasti maður lengsmanna. Hvað segirðu? Já. Þetta er sterkasti lengsmanna. Sprækast búinn að vera það í sumar. Það má segja það. Hver finnst þér hafa verið búinn að vera svona sprækasti leikmaður Afturöldingar hér í dag? Í dag? Já, þeir sé ekki hvað markmaðurinn þeirra. Já, eða Ívar Orri jafnvel, dómarinn. Dómarinn, já, það er... Nei, segi ég svona. Hann er búinn að dæma þennan leik mjög vel. Já. Það ekki? Hann er blása vel í hlutunum. Já, ég myndi segja það. Hann er búinn að dæma þennan leik. Hann er ekki mikið
búin að vera mikið læti og já, bara búin að hitta flesta dóma held ég. Segjum það bara. Þetta er frábær tækling frá Andi. Herru, það er streyma hér allir sjúkraliðar að Andi, vonandi að þetta hafi ekki orðið of alvarlegt hjá elsku kallinum. Við ætlum bara aðeins að pása þetta. Já, gott að sjá Andi standa upp aftur. Hann að fá mikið lóaklapp bæði frá leikmönnum Leiknis og Afturhendingar og stúkunni. Allir bekkur Afturhendingar hoppstökk inn og þeir að já, við sjáum ekki alveg hvað gerðist en nei, hann hefur fengið einhvern ding á annarkvort bringuna eða bakið eða eitthvað við þessa tæklingu hjá sér en frábær tækling engast yfir. Já, gott að sjá hann standa upp allavega. Já. Það var ekki gott að sjá en leikunum heldur allavega áfram. En ætli hann sé ekki að koma út af, sýnist mér. Jú, Binni Hluga að koma inn á fyrir Andi Hoti. Og hann pirraður, hann Andi Hoti, yfir að hafa verið tekinn út af. Hann skilur þetta nú ekki alveg. Þetta bara ákvörðun sem sjúkraliðarnir verður að taka. Já, það er rétt. Það er að taka fram fyrir höndin á Andi ef sjúkraliðarnir ekki alveg ánægð með þeim svörum sem hann fá frá honum. Það er hárrétt. Miður þá ræður Andi Hoti ekki þessari stöðu. Sjáum, einkastið Arnór tekur hann, en Daði, hann er búinn að vera á honum bara eins og flís við rass allan leikinn og halda honum algjörlega í skefjum. Honum Arnór ykkur þetta. Man dekning. Má segja það. Sjáum, Ómar Só hrind hann í bakið en ekki dæmt. Leiknir spila úr vörn, maður er svona alveg eftir sig eftir þetta högg sem að Andi fékk. Þetta er ekki gaman að sjá, eins frábært að sjá hann standa. Þeir eru stopp í 3-4 mínútur sko. Og hér eru Afturhendingarmenn að skora. Það er leikmaður með 7, Ásgeir Marteinsson.
Fagna því allir hérna. Við erum allir fagna því vel, enda frábært mark hjá þeim. En við minnum að þetta á að þetta er bara fyrri hálfleikur. Það er nóg eftir, það er korter eftir. Típist þegar það er mótlægt af Leikni að fá alls bara beint í andlið. Já, Meðbyrjun var ekki með þeim. Það er rétt, þetta er vissulega mikið áfall sem þeir eru fyrir. Þetta kannski hefði verið réttast að bara fresta leiknum. Já, frekar maður bara. Já. Og klára kannski í síðustu 20 mínúturnar seinna. Það er búið mándaginn. Já, svona þegar leiknum kannski frekar meira stendir í. Það var ákveðin heppnistimpill yfir þessu marki. Já. Hann fær, Ásgeir Martinsson fær boltan svona út fyrir teig og nær einhvern veginn að þræða hann í gegnum allan pakkan. Já. Hann er flott mark, enga síður. Já, þeir komum 2-0 fórstu og þeir fagna því hurgulega. Já. Robba Kvendal. Nú vilja leiknum. Það er þetta mikilvæga þriðja mark sem þeir þurfa að segja. Þetta telur auðvitað allt saman. Það er Leiknir. Við höfum nú sótt 2-0 sigur í Mosfellsbæinn áður, eða Leiknismenn. Hérna á Leiknisvelli? Nei, niður í Mosó. Já. Mér get ég ekkert það. Við líka lent 2-0 undir innan Leiknisvelli og unnið 3-2. Já, það hefur gerst. Á 90 stig. Já, það hefur gerst. Þannig að þetta er hver leikur á sitt eigið líf. Já. Það er hárið rétt hjá þér. Hver leikur á sitt eigið líf? Svo, við boltanum að Danna. Nú vill Danni gera eitthvað. En kemur boltanum aftur fyrir endamörk, ekki mikið sem varð úr þessu. Og við ætlum snöggvast að renna yfir byrjunarliðið Arsenal á eftir. Það er Raya í markinu, White hægri, Saliba og Gabriel eru miðverðir og Zinchenko er vinstramegin. Ødegaard, Rice og Havertz saman á miðjunni og frammi er Jesus með Saka á hægri kantinum og Trossard á vinstri. Þetta er áhugavert byrjunarlið hjá Arsenal. Þeirra allra sterkasta byrjunarlið. Þeir eru auðvitað að spila sin fyrsta leik í meistaradeildinni í 6 ár á móti PSV. Já, og þú er þess vegna að þessu. Bara áhugavert að spara niður þetta. 3 Arsenal-menn að horfa. Já, það eru 3 Arsenal-menn að spila þennan leik. Ósi, Daði og Arnór. Og svo á Sindri, hann ber svona miklu taugar til Arsenal. Þegar það hagnast honum, sjá Sindra. Hann næri ekki þessu skallaballa. Sjá Robba Kvendal. Nú þurfa Leiknismenn að láta eitthvað gerast. Það fyrir okkur hlutleysu. Það er brotið á honum. Vel dæmt. Ívar Orri með þetta. Ivo Bas hér með stæla við Birna Hlö. Þorgeir Leó kallar á Ivo Bas. Og Þorgeir Leó stendur langt út fyrir bóðanginn. Ætti að fá spjald fyrir þetta. Böngu bara á hann og segja hann fara inn í bóðanginn. Og þeir eru að sleppa hérna 2-2. Hvað gerir Ósi? Þeir eru glæsilega gert hjá Davíð Júlían. Hann er að bjarga þessu. Virkilega vel gert þarna. Virkilega, þeir voru sloppnir 3-2. En Davíð Júlían stendur bara á vaktina. Sá er búinn að vera góður í dag. Það kom hann á blindileginu. Þetta er ótrúlegt. Vissulega. Menn eru bara með fyrirliða Leiknis í öðru flokki á bekknum hjá sér. Að stýra afturlífi. Það er rétt. Það er rétt. Leo. Það er Prins Leo. Sjá, Afturhalding eru. Þeir ná boltan vel tilbaka þegar þeir missa. Og sjá Birna Hlö á skeiðinu. Já. Ómar Só vinnur tilbaka, sækir þennan bolta og er strax aftur kominn í sóknina. Tilbúinn til að taka við boltanum þar. Vinnur á stóru svæði. Já, vinnur á stóru svæði. Það er ekki hægt að segja neitt annað. Sjá Robba Kvendal.
keirir upp. Hvað ætlar Robba að gera? Með fyrir. Nei, gefa hann á Sindra. Hvað ætlar Sindra að gera? Sindri sjáu þessa sendingu á Sindra en hann fær hann ekki tilbaka. Klaufalegt til Davíð Júlían. Og Arnór Gauti tekur hérna klaufalega við honum. Ívo. Arnór Gauti kloppar Daða. Daði er búinn að vera að bera mikla vanvirðingu fyrir honum alla leikinn með að pakka honum saman en þarna pakkar Arnór Gauti Daða saman. Því miður. Já, þetta er... Robba Kvental, hvað hann er sterkur, vinnur þennan og það er svoleiðis rifið í treyjuna hjá honum af Ívo Brass. Þetta er nú gullspjald. Afturhaldið gerir skiptingu út af er Arnór Gauti að koma og inn á er leikmaður nr. 9, Andri Freyr Jónasson. Arnór er nú búinn að vera ógnandi í dag en Daði er búinn að vera með hann í vasanum. Já, svona bæði og við það ekki. Staðan er 2-0 og... Já, en ekki margt búið að gerast í kringum Arnór. Nema ógnir, hann er búinn að vera ógnandi. Hann er opnið svæði að gera hinn. Já, það er alveg. Draði til sem leikmaður og þá myndist pláss. Hann gerir það. Þannig að hann er... spílar leikinn öðru sér. Já, það er alveg rétt. Afturhaldið gerir bókur í sinni liði. Þetta er Höllu og Arnar Gauti Ragnarsson. Gunnar kemur Andri Freyr. Við höfum ekki að heyra í hólnum. Og við ætlum að senda kveðju á Arnar Veit, kónginn. Það er leiknismennir að fá aukaspyrnu á miðjum vallarins. Robert Kvental gefur boltan á Ómar Só. Hvað gerir Ómar Só? Gefur boltan inn, Danni finnst nær ekki til hans og afturhaldingin komast í þetta. Leiknismenn eru að pressa hér hátt upp á vellinum. Hvað er komnar 80 mínútur á klukkuna? Það er komnar 84 mínútur á klukkuna. Líklega svona 6-7 mínútur bætt við. Jújú. Það er skipting hjá heimamönnum. Hérna kemur Skelsen Vesalei. Það hlýtur að vera góð viðbót við þennan leik. Annað væri ósanngjarnt. Þetta er að vera Áfram leiknir. Það ætti að vera fleiri leik viðbót. Sjáum Patrik. Gjón út Ósa. Nú vill Ósi keyra upp. Robby með boltan fyrir. Danni finnst kassara niður. Ómar Só. Hvað gerir Ómar Só? Hann er hættulegur í þessari stöðu. Kemur. Ómar Só er að skora! Sjáuði Ómar Só! Ótrúlega! Hann sækir boltan í netið. Þetta bara í netið. Sjáuði þetta! Þetta er leikmaður. Danni Fins og Ómar Só í netið. Já! Komið sér niður. Ómar Só er að minnka munum fyrir leikni. Hér er þetta alveg leik hérna. Og núna, það eru 10 mínútur eftir. Núna ætla þeir að keyra á þá. Við höfum séð þetta áður en við Breiðholti. Það hljóta að vera 10 mínútur eftir. Leiknir undir 2-0. Leiknir eru baka og unni leikinn. Ómar Só. Nú er afturhalding á. Leiknirmenn eru strax búin að vinna boltan. Ómar Só kom með boltan. Sérðu þetta? Já. Þetta er ótrúlegt. Það leiknir hefur bara þannig leikmann. Það er búið að tala um það. Það er búið að tala um það alla vikuna að Ómar Só regular season er ekki sami Ómar Só og playoffs Ómar Só. Og við erum að sjá það hér. Leið og líka leikmann og allt þetta ekki verið með. Þá fara hlutan að gerast. Sindri Björnsson, hann var búinn að skanna svæði hérna út allan völl síðan að koma inn á. Fann þetta svæði, sagði Danni, gæðan þangað. Þar var Ómar Só, kom honum í netið. Herru, það er skipting, þeir eru að tefja. Taka mínútur á leiknum. Já. Það er út af Ívo Brass, inn á leikmaður nr. 15 að koma, Hjörvar Sigurgeirs. Út af kemur Ívo Brass, nr. 77.
Binni Hlöð kemur og tekur innkastið. Þetta boltanum í leikbinni. Patti fær boltan. Sindri Lewis. Nei, ekki honum á Ósa. Sindri býður sig. Sindri, sjáu þið Sindra, hvað gerir Sindri með boltan? Sjáu þetta. Sindri kemur, sjáu þið þessi sending út á kantinn á Binna Hlöð. Hann er bara á kantinn. Hann er svona í hægri bakgrunni. Sér hef veiknar í stúkunum við þetta mark. Já, það er bara svoleiðis. Lifnar ef þið lifnar bara við þetta. Nú fara hlutinir að gerast, hérna myndum við halda. Síðustu mínútu. Þetta er orðið einví aftur. Það er bara svoleiðis. Sjáum Sindri, hann er búinn að komin alveg onni í djúpið að sækja boltan. Þess að íslenski KTB. Binni Hlöð með klaufalega sendingu inn á völlinn sem ratar ekki á mótherja. Nei, Samherji segir og rataði á mótherja. Ok. Það er sko allt gerð svona vitlaust hérna á vellinum. Það er bara svoleiðis. Það er bara eins og allt breiðast því 10.000 mann séu hérna. Ég frétta því líka í hálfleik að formaður Leiknis hafi farið labbað alla stiganga í lönguvellisinu og rukkað inn. Já, það er svoleiðis. Já, rukkað alla í staðina. Þeir eru með þetta útsinni í völlin. Fór með kosan bara. Já, bara allar íbúðir sem að snúa út af norðurfellinu. Já. Þetta er algjör kongur. Hann sé peningan annars staðar. Já. Það var nú helviti gaman að fá mark í þennan leik. Já, fyrir okkur hlutlausu. já, sérstaklega fyrir þá. Fyrir okkur hlutlausu, já. Það gerir það einnig Þeir eru að sækja aukaspyrnu. Dómur skrýtur aukaspyrnu. Afturhaldið er að fara á taugum hérna við þetta mark. Ósi. Herðu, Ósi klaufalegur. En, herðu, þetta er frábærlega gert hjá honum. Hann sækir markspyrnu, hann Ósi. Það er mikið óþökk afturhendingarstund sem það urðu alveg brjálaður. Sindra, skanna svæði, finna pláss. Það væri gaman að fara og rýna yfir tölur á Ísafirði. Já. Það séu eitthvað að gerast þar. Staðan á Ísafirði er 6-5. Nei. Staðan á Ísafirði. Það er sjokk hérna. Má ég sjá hvernig við finnum það. Hún er 1-0 fyrir vestan. Já. Kannski það sem við byggast alveg við. Já, ætli það ekki bara. Þeir, að ég frétti, mættu alveg dýrvitlausir í þennan leik og voru ætluðu ekki að tapa hann. Vestramenn. Þeir áttu auðvitað góðan leik hérna þegar þeir mættu. Þeir eru mjög vel í sögurði. Binni Hlöð er... Hann er ekki sem þá. Boltan er komið inn á miðju. Núna eru afturhaldingamenn með boltan, dansa fyrir utan teginn. Kóru, en nei. Danni finnst sér að koma þessu aftur fyrir í hotspinnu. Það er 7 mínútum bætt við. Við grunnaði það. Og ég er svona... Sett mér pening á það. Já. Það væri 6-7 mínútur. Það er nógu myndi fyrir fleiri mark. Það er bara svoleiðis. Sjáum að afturhalding, þeir eru að taka sér í að taka þessa hotspinnu. Ótrúlega þetta vildi bara bæta í. Já, sammála. Afturhalding með skotið, langt fyrir utan teig. Sjáum Ómar Só. Hann keyrir eftir þessu, en... Robby Hauks kemur boltanum upp yfir miðjulínuna, en afturhalding hreinsar þetta. Þeir eru ennþá í þessu sparka langt og eitthvert plani sínu.
Panikvanni. Sjá Sindra, sjáu þið þessa sendingu frá Sindra á Róbert Kvendal. Og Kvendal vill núna koma, núna vill Róbert Kvendal komast inn af vellinum. Við boltan fyrir. Afturölding hreinsa frá. Hjörvar missir boltan gegn Binna Hlö. Nei, þeir eru að Já, glæsilegt. Hann leiðrétti þennan dóma sjálfsögðu. Þeir hlutlausu fagna Já, þessu. þeir hlutlausu fagna. Þetta var rétt ákvörðun sem dómarinn tók hana í seinna skiptið. Við erum samt ekki hafa hitt boltan eins og ykkur hafa sagt. Já, en þetta var bara hárrétt. Það er dómarinn sem dæmir, ekki þjálfari Afturöldingar, Magnús Már Og Prins. og Þorgeir Leó. Þeir dæma þennan leik því miður ekki. Nei. Hvort þeir myndu vilja það. Þeir myndu heldur myndu vilja. Það áhrif á dómarann í sumar. Já, er það. Þeir svo, já, ykkur einlega það. Já. Ég sé það ekki til Þeir eru að detta hérna og það er verið að flauta. Á hvað er verið að flauta? Flauta lengst með leik. Já. Nei, ég finn nú ekki svo langt. Já, það er gult spjald á Ósvald. Þeir virtust nú bara flækja saman hérna, Ósvald og kantmaður Afturöldingar. Andri Freyr Jónasson sem var út á kantið þó hann sé kannski ekki kantmaðurinn þeirra. Hann var þarna út á kantið. En já, það er gult spjald á Ósvald fyrir þetta á íslenska OSM-menn. Frekar einkennilegt. Já. Það var spennandi síðust myndurinn á Íslandi. Það verður bara að segjast. Boltinn fyrir. Þessi er hár en Binni Hlö kemur þessu út úr tegnum. Boltinn inn á vellinum ennþá samt. Afturölding eru að reyna að tefja. En það eru hvað 4 leiknismenn á. Það er svona alveg 90 mínútur eftir hann, ég skildi okkur þessi að tefja. Já, þetta er bara fyrri hálfleikurinn sem er að komast til. Það verður átt að sjá því. Veistu hver leikur á sitt eigið líf? Þeir gleyma því greið? Já, þeir verðast vera að gleyma því. En þeir voru byrjaðir að fagna í 2-0. Þeir voru. Sjáum Ómarsó! Það er búið að dæma á þetta. Rangstæður. Já, þá hlýtur að bara hafa verið rétt. Það kemur mér samt í að opna skjöldi. Það verður bara að segjast. Og við minnum á að staðan er 2-1 þó að það sé ekki búið að setja inn í útsendinguna. Staðan er 2-1. Og nú eru að nálgast 94. mínúta, komið rétt yfir hana hjá Ómarsó. Hvað gerir Ómarsó? En nei, Galsjúk, hann nær þessu. Markmann er búinn að halda þeim í þessu leik. Hann er búinn að gera það. Það verður bara að segjast. Sá er búinn að vera öflugur í dag. Þeirra besti maður. Staðan væri svona 3-2 allt væri eðlilegt. Eða væri bara venjulegur markmaður. Já, ef hann væri ekki að eiga sína bestu frammistöðu á ferlinum hér í dag. Já. En dómarinn ætlar ekki að dæma aukaspyrnu á þetta. Vitlaus í stúkunni. Það er alltaf verða vitlaus í stúkunni. En þeir fá. Þetta er annar innkastdómurinn núna á stuttu tíma sem að dómarinn breytir. Ómarsson var að ná þessu, sjá Robba Hauks vinnsluna í honum. Boltinn er að fara út af, Binni Hlö er að fara að taka hratt innkast. Hvað gerir Daði? Nú þurfa að koma boltanum fram. Það er að nálgast 97. mínútu. Það er að stytta sem. Sindri tæpur að komast í boltan þarna. Það hefði nú verið hættulegt ef Sindri hefði komast í boltan þarna í þessar stöðu. Binni Hlö, sjá hraðan á Binna Hlö. Hann sá ekki hraðan. Og hann sækir innkast. Kastar tilbaka á Patta. Nú
vilja þeir koma boltan hratt og örugglega fram með þeim. Við erum að nálgast síðustu mínútu leiksins. Við erum með nákvæma tímasetningu akkurat hjá mér, en Ómar Sói komið með boltan. Binni Hlö. Upp á Róbert. Hvað gerir Kvendal? Hann sólar. Kemur boltanum fyrir. Boltanum farin út af, eða ekki? Hann hlýtur nú að hafa verið... Nei, dómarinn dæmir það ekki, þá var hann ekki farin út af. Línuvörðurinn hlýtur að hafa verið með þetta. Hárrétt. Og nú verður tafið. Já. Nei. Sparka lágt og eitthvað. Og mikið væri nú gaman fyrir þá hlutlausu að fá hér mark frá Leikni og jafna þetta fyrir seinni leikinn. Það væri skemmtilegt. Það væri ekki skemmtilegt. Svona fyrir okkur hlutlausu allavega. Boltinn fyrir markið. Hvað gerist? Samskiptabrestur á milli Robba Hauks og Ómar Só sem að tala ekki saman og fara báðir upp í þennan skallabolta. Og dómarinn er að flauta þennan leik af. Afturhelding er að fara inn í seinni leikinn með 2-1 fórustu. En það er 90 mínútur eftir. Þetta er auðvitað bara fyrri hálfleikurinn. Það hefur sýnt sig aftur og aftur að þetta er ekki búið strax. Það verður spennandi að sjá og sýnda ekki um 2 á Varmavelli eða Malbiksvellinum í Varmá. Við ætlum að þakka kærlega fyrir okkur fyrir í dag. Þetta var gaman. Sjáumst í Varmá. Takk fyrir. Góða börnum og almenn gleði. Nóg að ræða. Finish. What are you happy about?